Já, heyrðu, það deilt í Hafnarfirði Carbfix sem fyrirtæki og tækni og sem á að taka eitthvað ógeð úr andrúmsloftinu og dæla hann í jörðina. Þetta þekkja nú flestir en það uppi tillögur eða kröfur það að Hafnfirðingar fá að kjósa starfsemi þessa fyrirtækis og hingað eru komnir 3 Hafnfirðingar til okkar Steinunnar. Hérna Davíð Arnar Stefánsson sem sérfræðingur á sviði sjálfbærrar landnýtingar hjá Land og skógi og oddviti VG sem á ekki bæjarfulltrúa í firðinum. Og hér líka Hólmfríður Sigurðardóttir sem umhverfisgyðja hjá Orkuveitunni og íbúi í Hafnarfirði eins og þið öll. Og Jón Ingi Hákonarson sem ráðgjafi í starfsendurhæfingu en bæjarfulltrúi Viðreisnar og hefur lagt til í bæjarstjórn að það verði kosið þetta. Já. Þetta mál sem hentar í þjóðaratkvæðagreiðslu? Kannski ekki þjóðaratkvæðagreiðslu en það sem heitir. Já, ég held það. Málið þannig vaxið að eins og staðan á því núna þá liggur fyrir breyting á aðalskipulagi tillaga sem núna í umsagnarferli og í lögbundnu ferli sem gerir þá heimilt að vera með þessa borteiga þar sem þeir eru og það hefur verið mikil óánægja með hvað þeir eru nálægt byggð. Ég held að málið sé eins og staðan í dag það einfalt og það skýrt að það eigi að bjóða íbúum að borðinu og kjósa það hvort að þessi breyting sé bæjarbúum að skapi eða ekki. Ég held að ef við bíðum með það of lengi og förum lengra inn í ferlið að þá munum við vera bak okkur svolítil vandræði, vera komin í skuldbindandi kannski samkomulag við Carbfix og ég held að aðkoma almennings til þess að ná sátt í málinu sé góð núna. Þessi undirskriftarlisti nú mörg þúsund manns skrifað undir, snýst þetta fyrst og fremst þessa borteiga og nálægð þeirra við íbúabyggðina? Ef ég má svara því, þá það kannski grunnurinn að þessu. Þetta hefur í umræðinu komið upp fleira, en til þess að kjósa eitthvað afmarkað mál á sveitarstjórnarstigi, þá kannski ágætt að kjósa bara tillögu hvort að þessi breyting á aðalskipulagi eigi að ganga fram eða ekki. Ég hef líka sagt og eina af ástafunum fyrir því að við í Viðreisn viljum bara ganga hreint til verks sú að, ég þekki mitt heimafólk og þekki Davíð, þetta öflugur maður og fólk í kring. Fólkið í Hafnarfirði mun ná 20% kosningabara manna og krefjast kosningar. Það verður íbúakosning hvort sem okkur líka betur að það verð. Ég held að það sé hreinlegra og tilraun til sátta að bæjarstjórn bjóði íbúum að borðinu bara núna og þannig að það sé hægt að gera þetta í meiri sátt. Þú ert ekki að taka afstöðu til málsins? Nei, ég hef hins vegar alveg talað fyrir málinu eða skrifað málið og talað málið. En ef þú kjósa núna, myndur þú kjósa með Carbfix eða móti? Ég held að eins og staðan í dag með þær upplýsingar sem ég hef, þá ég mjög jákvæður, já. Ég það og ég hef allan tíma verið mjög jákvæður og mér finnst þetta frábært verkefni. Hvort þetta eigi heima nákvæmlega þarna, það kannski snýst deilan. Ég held að það séu fáir sem að telji þetta vera algjört bull. Þetta er mikilvægt loftslagsverkefni en hvort það eigi heima svona nálægt byggð, ég held að þar sé nýfurinn í kúnni. Davíð, þú verður á móti? Í kosningu ef til kemur? Já, því ég held ég að vera alveg skýr það gegnum tíðina. Þetta mál á sér auðvitað bara margar hliðar og fólk mótmælir og ræðir þessa hluti ekki út frá einhvers konar einni hlið. Ég í sjálfu sér einfaldlega ekkert sérstaklega hrifinn af þessari aðferð sem loftslagsaðgerð. Þetta tæknilausn. Ég trúi á að náttúrumiðaðar lausnir séu leiðin í þessum vanda og að því miða langt flestar aðgerðir stjórnvalda í loftslagsverkefni. Má ekki eitthvað bara standa í þessu og nennir því? Jú, algjörlega, en áherslan er alltaf feikilega mikil á þetta mál samanborið við náttúrumiðaðar lausnirnar sem ég hef helst talað fyrir og auðvitað, tæknilausnir eru mikilvægar eins og hver önnur og svo þetta líka auðvitað bara góðu business.
Ég bara forvitin að því og langar bara, hverjar væru náttúrumiðar að lausni, bara frættu mig aðeins? Já, það liggur auðvitað bara alveg fyrir að við stefnum sem þjóð og raunverulega alheimssamfélagið að því að endurheimta vistkerfi í veröldinni og þar með talið á Íslandi og við eigum ótal tækifæri hér en það miðar hægt, þá er ég að tala í landgræðslu, í skógrækt, endurheimt votlendis og svo auðvitað þurfum við bara að draga úr losun. Það er raunverulega stóra málið og að því þú spyr hvort ég sé á móti þessu. Það er ýmislegt sem bendir til þess að aðferðir sem miðaði að binda í jörðu CO2 úr andrúmslofti hreinlega hægja á þeirri þróun að við höldum áfram að menga í skjóli þess að tækniminni redda okkur. Já, það er raunverulega gefin kostur á að borga sig frá vandanum. Mér finnst samt svona, það sem að liggur fyrir dálítið núna er greinlega að sko það er dálítið svona upplýsingaóreiða eins og kölluð þar að segja það virðist ekki vera að fyrirtæki eða stjórnvöld hafi upplýst fólk kannski alveg nægilega vel hvað á seiði, hvað þetta fyrirtæki snýst og hvort þetta sé af hennu góða eða ekki og þetta er alltaf svona svolítið sami hluturinn, sko, einhvern veginn svo að fara að gera eitthvað í gegn og þá vaknar fólk við og þá er eins og upplýsingar sé ekki af, bara sé af skornum skammti. Þetta er alltaf bara mikið af upplýsingum og hver sækir bara það sem maður vill í það. Já, eða það skilur. Mér finnst fólk vera ráðvillt, svona þegar maður að skoða kommentakerfin, veit ekki alveg, er þetta gott, er þetta vont og margt sem mælir greinilega með þessu en fólk er líka bangið, skilur. Tilraunir að hafa gefist vel og þetta lofar góðu en fólk er eðlilega hrætt. Hólmfríður, þú tókst þátt í eða ekki svona upphafskrifunum á þessu? Jú, ég tók þátt í upphafskrifunum á Carbfix-tækninni. Ég hóf störf hjá Orkuveitunni haustið 2007 og þá var verið að hefja svona samstarf vísindasamfélagsins beggja megin við Atlantshafið og svo vísindamanna hjá Háskóla Íslands og svo hjá Orkuveitunni að svona reyna að átta sig á því er mögulegt að herma eftir því sem náttúran hefur gert í bara jarðhitasvæðunum og í berginu hér í árþúsundir, milljónir ára og það verður að segjast þegar ég byrja þarna að menn hefðu nú ekki sérstaklega mikla trú á þessu en mér fannst þetta áhugavert og vildi starfa hjá Orkuveitunni af því að ég horfði á þetta sem loftslagsaðgerð að þarna væri mögulega hægt koma með fleira aðferðir eins og náttúrumiðuðu lausnirnar eins og Davíð er að nefna, þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt líka en það er ekki bara ein lausn sem tekst á við loftslagsvandann en þess að við förum á stað og það sem mér fannst magnaðast í þessu að þarna var verið að leiða saman vísindafólk sem hafði ekki endilega verið að vinna á stórum skala út í náttúrunni og svo alveg frábært iðnaðarfólk innan Orkuveitunnar og þarna kom hugvit, hugmyndir og svo kom verkvit og ég segi bara sko, jú þú getur fengið góða hugmynd en þú þarft fagfólk til þess að koma þessu í framkvæmd í skalanum 1:1 út í náttúrunni. Og við fórum í gegnum náttúrulega alls konar, hægðir og lægðir, en þetta tókst og árið 2014 þá er reist loftreisistöð svona að það sem maður kallar bara iðnaða skala til að hreinsa útblástur frá virkjunni og þannig að við erum búin að vera í 10 ár að dæla niður 25% af koldíoxíði frá virkjunni en líka það sem kom óvænt, ánægilega óvart var það að við vorum búin að berjast í því að stóra umhverfismál Orkuveituna var á þessum tíma losun brennisteinsvetnis út í andrúmsloftið og það er leiðindi að lykta brennisteinsvetninu þess vegna ferðaði taugarnar á okkur. Það fer líka illa í lungunni á mörgum. Já og mér finnst þetta mér verður óglætt ef ég finn mikla brennisteinsleið. Þetta er eitur í háum styrk og
þá Og við vitum ekki kannski hvað við gerum ef við setjum yfir byggð hérna lágan styrk í 100 ár. Nei, og Það þá getur vel hugsaðum verið að við, hafi í bara- hverju erum við best? Við erum ekki læknar, við erum ekki lungnalæknar, erum ekki að fylgjast með heilsufari fólks, en við kunnum að virkja jarðhita og við kunnum að eiga með borholur, við vitum hvað er að gerast niður í berggruninum, þá skulum við athuga, getum við ekki dælt brennisteinsvetninu niður leið og koldíoxíðinu. Og það gerðum við og það tókst. Þannig að það verður úr þessu koldíoxíðverkefni bara meiri háttar tæknilaust sem tekur á stærsta umhverfisvanda orkuveitunar á þeim tíma. En núna það sem að gerast í Hafnarfirði á allt öðrum skala. Nú er þetta orðið bara business á að fara að... Það stofnað þetta litla félag sem samastóða mér einni fyrir 16 árum og svo iðnaðarfólki og vísindafólki að það orðið að dótturfélagi af því að það við vitum það að sprotafyrirtæki það ekki nema að brota þeim sem að ná árangri. Þetta náði árangri og þetta náði árangri á mjög sérstökum tíma í íslensku samfélagi og hjá orkuveitunni, því hvað var að gerast meðan við vorum að vinna í þessu verkefni? Það var verið að segja að 30% af starfsfólki orkuveitunar. Þetta verkefni fékk að lifa. Það var verið að safna vísindagögnum og þess vegna er það svo mikilvægt. Við erum að horfa á gögnin. Elta gögnin. Hvað segja þau okkur það hvernig til tekst? Og þetta tókst. Og þegar ég horfi tilbaka, því að ég er nú engin kjúklingur lengur, að mér finnst bara alveg ótrúlegt að svona þegar ég fer yfir farin veg hvað þetta tókst. En það var líka frábært fólk og ég bara þreytist ekki á að hrósa iðnaðarfólkinu okkar. En er þetta ekki ótrúlega mikill kostnaður við að koma tildulega litlu magni af skaðlegum efnum á jörðina? Hinga til í 200 ár þá hefur mannskepnan fengið leyfi til að menga án þess að greiða fyrir það. Nú komið að skuldadögum og það kostar að taka á mengun og það kostar að hreinsa og við erum bara þannig í okkar eðli mörg að okkar athafnir hafa áhrif neikvæð en líka stundum jákvæð. Má einu aðeins koma inn á þetta því að þetta verkefni, Karlvíksverkefni í Hafnarfirði og ég hef fylgst með því alveg alla tíð og hef fundist þetta, tæknihliðin á þessu er frábær finnst mér og stórkostleg og fengið margar kynningar hjá Karlvíks. Málið þetta snýst nefnilega þrennt, þetta snýst loftslagsmál, þetta snýst umhverfismál og svo er unni samfélag eða lýðræði í rauninni, þetta svona 3 vinklar. Það sem ég hef lært af þessu og á þessu ári rúmu sem þetta hefur verið í bígerði í Hafnarfirði er að loftslagsmál og umhverfismál er ekki endilega sami hluturinn. Ég held það. Ég held að loftslagið væri partur af umhverfinu og ég held einhvern veginn að þetta væri ein heild. Það er rétt hjá þér. Já, en aftur á móti þegar loftslagið er hlutið af umhverfinu. Nákvæmlega þetta er það sem ég held. En það sem ég hef lært á síðustu vikum og mánuðum er það að það er tilhneiging til þess að skipta þessu upp. Annars vegar loftslagsmál. Loftslagsmálin held ég í huga meginþorra Íslendinga er ekki eins áþreifanlegur hlutur og kannski hjá fólki erlendis þar sem að sumrin eru að fara upp í 40-45 gráður og það, fólk finnur raunverulega fyrir loftslagsbreytingum. Í Hafnarfirði hefur sumari verið kalt og fólki í Hafnarfirði hugsar við finnum ekkert áþreifanlega fyrir loftslagsvandanum. En aftur á móti þá finnum við og sjáum okkur þykir vænt landið okkar. Og ég held að mér finnst ég hafa orðis áskynja að Íslendingar eða svona almenn borgari bara þykir mjög vænt landið sitt og vill alls ekki sjá eitthvað dælt í það eða eitthvað sem er óvíst og allt það. En af því að loftslagsmálin eru ekki áþreifanleg hér, þá hefur kannski fólk
minni áhuga á þessum málaflokki hér en hefur áhuga á umhverfismálum sem snýr kannski að landinu og jörðinni og vatninu. Þetta getur náttúrulega líka verið bara menningarlegt að við eigum landvernd og fleira sem eru í grunninn til byggða á baráttu fyrir því að vernda náttúru. Já, og svo kemur þetta með lýðræðisvinkilinn eða samfélagsvinkilinn sem er partur af þessu verkefni og þar er heldur betur komin svolítil babbibátinn, eins og maður segir, að það er hvernig á að eiga í samskiptum við samfélagið sem að er með heimili sín í túnfætunum við þessar niðurdælingastöðvar. Og ég hef sagt það líka að fólki á völlunum er búið núna í 2 ár að búa við erfitt ástand. Það er búið að vera jarðhræringar og eldsumbrot. Það er raunverulegu möguleiki á að eitthvað gerist í Krýsuvík sem er nú rétt hjá okkur. Fólk er búið að vera hrætt. Ég skil það bara mjög vel. Já, bara einfallega af þeirri ástæðu finnst manni kannski staðsetningin líka skrítin. Skilurðu, þetta ekki bara dálítið svona krítískt svæði? Ef ég má segja, ég held að fyrir 2 árum síðan þá var þetta kannski ídælt. Í dag þá er þetta kannski ekki eins mikið, þannig að ég ætla nú kannski að leyfa sérfræðingnum að ræða þetta. Já, ef ég fer aðeins í það því þú nefnir þetta er kannski ekki endilega eins og raunverulegt fyrir okkur eða við finnum ekki fyrir loftslagsmálunum eða áhrifunum á okkar skinni eins og víða annar staðar en við gerum það, við hlustum bara unga fólkið okkar og það hafa verið gerða kannanir þar sem að ungt fólk virkilega er að hugsa til loftslagsmálana og við höfum til dæmis í Orkuveitunni verið að meta áhættu af loftslagsmálum. Við erum að reka fráveitu. Það er hækkun sjávar. Við erum að reka vatnsveitu. Eftir því sem hitastig hækkar, að þá hækkar líka hitinn í vatnsleiðslunum okkar og það getur orðið örveruvöxtur þar. Við þurfum og hitaveitunum, við vitum ekki hvort að kólnar eða hlýnar á Íslandi, en við viljum nú gjarnan hafa þokkalegan hita hjá okkur. Þannig að sko það eru mjög margar loftslagsáhættur sem eru þegar farnar að skella á okkur og eins og upp á Hellisheiði, það er meira eldingaveður þessi árin heldur en hefur verið nokkuð tíman áður. En þú getur alveg verið meðvituð þetta á þess að telja sko þetta verkefni sé snjallt. Já. Það er ekki bara loftslags afneitarar sem er á móti þessu verkefni. Nei, svo er að því við vorum að tala um staðsetningu og það er alveg rétt eins og kom fram hjá þér áðan, þetta er stór skali. Við erum núna til dæmis á næsta ári, þá erum við að skala upp á Hellisheiði frekari lofthreinsun. Það er heilmikið skölun. Þetta er stærra verkefni kvótaterminal við Hafnarfjörð og þegar að farið er að undirbúa staðsetninguna þá horfa menn til þess líka því það er verið að taka á loftslagsvanda. Er einhver iðnaður sem að losar koldíoxíð sem að mögulega væri hægt að fanga koldíoxíð úr og dæla niður nálagt. Og þar erum við með álverið í Straumsvík sem að hefur verið bara í túnfæti Hafnfirðinga frá 1968. Það er stórt iðnaðarsvæði sem hefur nú ekkert endilega verið svona augnaðindi að þá er hortið þess að það er raskað að stóru hluta raska svæði reyndar er hluti af þeim borplönum sem verið er að horfa til í 4. áfanga inni á óröskuðum svæðum, inni á hrauni sem að hefur verndagildi á nútíma hrauni og svo er verið að horfa til grunnvatnsstraumsins, það er einn stærsta ferskvatnsá landsins sem að flæðir út í Straumsvík og að við séum þá að afla okkur þar vass langt frá vassbólunum á höfuðborgarsvæðinu. Ég er líka að hugsa umhverfismál vassveitunar sem er eitt af dótturfélögum Orkuveitunar. Þannig að það er verið að taka úr grunnvatnsstraumnum niður við sjó og vonandi getum við nota sjó til þess að leysa koldíoxíðið upp. Þannig að það er hort til einmitt, er þarna stóriðja, það er ekki komin tækni ennþá til að fanga úr álverinu í Straumsvík en ég bind bara mikla vonu við að vísindafólk í áliðnaðinum nái svona koncentreruðu koldíoxíði, það voru langt líður, en þarna er iðnaðarsvæði
og þarna er vatn. Davíð með athugasemdir. Já, nei, mér langar bara að kommenta það sem hafa komið hérna fram og takk ykkur þetta fyrir þetta. Ég ræddi mér aðeins, fannst mér loftslagsmálin svona í víðu samhengi og ég hef svo sem ekkert farið lengt með það hérna. Ég er talsmaður náttúrumeiralausna frekar en tæknilausna. Ég tel vænlegir árangurs og ég held að almennt séu við þar. Og það eru þetta... Og meira að segja að þessi tæknilausnin getur verið hættulegar. Já, geta þá einhverju. Það til falska hugmyndum það að við losnum við eitt. Ekki bara ég, það er varað við þessu á þessum nótum. Og það sem ég vildi líka nefna í þessu er það að fjármagnið og effortið, það færist allt að tæknilegu lausnum. Meðan sitja náttúrumeiralausnar á hakanum. Þarna er að tala verkefni sem að ég hef fengið hæsta styrk sem að heyrst hefur bara allavega hérna á Íslandi. 15 miljardar. Við Hafnfirðingar eru tilbúin til þess að fara bæta við öðrum 15 miljardum í Höfn, þannig að hann eru að tala 30 miljardar. En á sama tíma er bara stór mál að fá 300 skall fyrir áburðarpokum. Eða hvað þá land til þess að endurheimta. Við eigum náttúrulegar kolefnismiðstöðvar allt land. Svo ættum heldur að mínu viti að kveiki og svo langar maður aðeins að kommenta. Má ég að spyrja af hverju beinist fjármagni í svona verkefni en ekki hinn? Af því að þar með er hægt að, við fórum svo sem alveg inn á það, þannig er verið að gefa fyrirtækjum tækifæri á að borga sig frá vandanum. Halda áfram að menga og henda peningum. Ekki að draga úr losun, heldur halda áfram óbreyttu. En það ekki alltaf lægi ég meina, mér finnst það ekki í lagi. Ég bara, svo ég segi rökin eru þau að ég held að það sé allir sammála um það að mannkynið verður að draga úr losun. Ég bara ekki heyrt neitt og ég held að við séum öll sammála það hérna skilur og minnka sóun. Og svo er annað sem ég langa að koma inn á. Sko, varðandi þetta verkefni, ég held að íbúar í Hafnarfirði og ekki síst íbúar sem búa næst þessu verkefni, þeir vilja sjálfsögðu axla ábyrgð á loftslagsmálum eins og allir aðrir. Það er ekkert að efast um það. En þeir náttúrulega blöskrar nálægðin við verkefnið og því svo óvissa sem því fylgir vegna þess að hún er sannarlega til staðar og er vel dokumentuð í umhverfismati. Og þeim blöskrar líka hreinlega samráðsleysi. Hver er áhættan? Það sem að snertir og verið snerta fólk helst er þessi skjálfta hætta og þessi trigger að örfaða skjáltaverkni sem getur fyllt niðurdælingunni og það er auðvitað verið að reyna að draga úr þessari hættu með að miðla upplýsingum og annað að þetta sé hreinlega ekki svona mikið og þá komum við kannski því sem að Jón var að benda á áðan. Sem er samráðið, samráð fyrirtækisins og samráð sveitafélagsins. Það hefur hreinlega ekki skilað árangri til þessa. Fyrirtækin hefur ekki tekist að slá á þessa óvissu í augum íbúa, slá á áhyggjur þeirra. Og sveitafélaginu hefur að mínu viti gjörsamlega mistekist allt samráð. Allavega er staðan eins og hún er núna. Það er ólga í bænum eins og hefur komið fram í fjölmiðlum. Ríflega 5.000 manns hafa skrifað sig á mótmælista og það þarf mikið til að fá fólk til að skrifa á mótmælista. Og það þýðir það að það hefur ekki tekist að slá á þessar öldur. Já, bæjarstjórinn í Hafnarfirði, hún hefur nú fullyrt það að gera það í þætti með þér og Sprengisandinn síðustu helgi að það er nú ekki anað út í neitt og Hafnfirðingar verður nú ekki að fara að taka lán fyrir þessari höfn, þannig að það er ennþá óvíst hvernig á að byggja upp þessa starfsemi, hver mun greiða fyrir höfnina til dæmis. Ef þetta er ekki, ég fannst þú eins og þú hristir svolítið hausinn, eykur þetta ekki skjálftavirkni, eða hvað? Ég skulle segja að ég hafi sagt nei með höfuðhreyfingunni. Já, þú gerðir það. Ég talaði ekki onni það svo. Já. En ekki hrista hausinn, sko. En maður heyrir það að fólk er hrætt við það að það séu áhrifin að þessu. Sko, og maður skilur það. Við erum í Hafnarfirði mjög nálagt Reykjanesskaganum þar sem hafa verið eldsumbrot. En hefur það engin áhrif, nú bara þessi eldsumbrot undanfarna mánuði, hefur það engin áhrif á það að hugsanlega sé þessi staðsetning kannski bara alveg galin, þótt fyrirtæki sjálft sé kannski gera góða hluti? Sko, það hefur verið skoðað og við höfum fengið þá þriðja aðila, ekki okkur sjálf, til þess að meta það hverjar líkurnar eru á að það verði skjálftar. Þær hólur sem verið er að dæla niður, þær ná niður á eitthvað 500 til 1000 metra. Upp á Hellisheiði erum við að dæla niður í hólur sem ná miklu dýpra niður. Berggrunnurinn, svona ofalega, nær ekki að mynda spennu sem veldur örvaðri skjálftavirkni eins og það er kallað. Og það hefur þegar
sem að gera mann svona örugari, það hefur þegar verið boraðar rannsóknarholur í tengslum við þetta verkefni við Straumsvík, dælt vatni á þessar holur, að það hefur ekki borið á neinni skjálftavirkni. Í kjálfarið? Nei. Hvorki á meðan á því stóð, ég heldur eftir á, og við hjá Orkuveitunni erum búin að bora mjög margar holur og dæla niður í mjög margar holur við virkjanirnar okkar og vitum, og þar erum við með miklu dýpri niðurdælingu, vitum hvernig við eigum að hægða okkur þannig að lágmarka skjálftavirkni á svæði sem er bara alveg við Eldfjall, sem er Hengillinn. Þannig að við óttumst þetta ekki, en við skulum ekki heldur gera samt lítið út úr því að fólk geti haft áhyggjur og það er eðlilegt að spyrja þær, en þá segi ég alltaf hvaða gögn eru til staðar til að sannreyna það að það sem haldið er fram sé rétt. Ég bara velta einu fyrir mér, því að við erum vel saman það þurfa allar hendur á dekk og það þarf að aðhafast ýmislegt, en eins og þú bendur á, þá er svona sérdæld við tæknilausnir umfram aðrar lausnir. Þarf ekki vera meira jafnræði í þessu, eða eigum við alltaf að hlaupa og styðja tæknivætustu hugmyndirnar? Já, og svo er annað, því að þú nefndir þetta í gær að það væri hugsanlegt að nota sjó til þess að gera þetta en ekki ferskva. Og þá veltir maður þessi fyrir sig, ef að Carbfix er svona frábært, akkur er ekki bara Carbfix að fara að fransesa sig alla veröld, þá getur bara hvert heimaland nýtt sér þessa tækni. Af hverju ætlum við að fara að gera þetta á stórum skala? Má ég skjóta inn í áður? Bara við skulum hafa alveg á hreinu. Það er ekki verið að kynna hérna hugmyndur að nota sjó til þess að dæla niður. Nei, ég veit það. Heldur straumvatn hérna núna. Ég veit það. Það er ekki verið að kynna hugmyndur það að fanga frá Straumsvík eða einhverjum öðrum miðinaði, heldur flytja honum inn til landsins. Við getum hins vegar verið jákvæð fyrir því að einhver tíman mögulega verði annað kostur, skilur. En höldum okkur bara við staðreyndir. Já, einmitt. Þetta verkefni, það er kynnt í 4 áföngum og eins og við gerðum í raun og veru á Hellisheiði, það var byrjað smátt og skalað upp og við lærðum á reynslunni og þeim gögnum sem við öfluðum. Það er nákvæmlega sama aðferðafræði sem er notuð við Straumsvík og það verður ekkert haldið áfram eftir til dæmis fyrsta áfangan sem er langminnstur fyrr en að búið er að leggjast yfir þau gögn sem að verður safnað og aflað reynslu af rekstri og að við séum sátt við það. En 15 milljarða höfn hljómar ekki eins og svona einhver baby steps. Það er ekki smátilurinn, sko. Má ég kannski aðeins koma inn á það? Já, þessu vel. Sko, það er samdóma álit að ég held allra þeirra sem sitt í bæjarstjórn. Við erum öll sammála því að bærinn ætlar ekki að skuldsetja sig fyrir þetta verkefni. Það er bara alveg á hreinu. Þannig að til að slá á þær áhyggjur fólks. En ætlar hann að gefa þá land fyrir höfn? Fyrir einhver vill byggja höfn að má eiga landið? Nei, það voru aldrei gefin eitt land. Hver á að grafa höfnina, hvað er sagt? Sko, það er þetta að reka höfn með ýmsu móti, það er þetta einkafyrirtæki geta gert það og það er þetta að vera það í einhverjum partnership, sko. Það er líklega í bæjarlandi, þannig að ef einkaaðili vill reka þessu 15 milljarða höfn, þá má það. Það er alveg á hreinu og ég hef nú talað fyrir því lengi að ég vil stækka höfnin í Hafnarfirði. Ég tel að það sé komin tími, að það sé að verða tími á það að djúpristari skip og stærri skip geti siglt að. Það er ekki hægt í Hafnarfjarðarhöfn eða í Reykjavíkurhöfn. Það er hægt þarna við nægt dýpi þar. Ég held að sko fyrir Hafnarfjarðarbæ að vera með einn kúnna fyrir heila höfn, það er allt of mikil áhætta. Og við erum búin að sjá slík ævintýri fara ansi illa eins og til dæmis í Helguvík og ég get alveg sagt það fyrir Húsavík er bara... Já, Húsavík, að Hafnarfjarðarbær er ekki að fara að taka einhverja fjárhagslega áhættu út af þessu. Boltinn er þar með hjá Carbfix hvað þau vilja gera eða telja sig geta gert. Það mun síðan leiða til einhverja viðræðina en eins og staðan er í dag þá held ég enginn að fara að samþekkja það
að fara út í svona fjárhagsævintýri. En þetta með tæknina sem virkar vel fyrir Orkuveituna upp á Hellisheiði en það er því miður ekki ennþá komin tækni til þess að gera það sama fyrir álverið og hljóma svolítið þetta sé sniðu tækni að ef þú reyðir sér álverið þá verður að hafa þetta með og bara fara ekkert út í umhverfið, bara dælir svo í jörðina. En það er annað svolítið að við séum að verða eitthvað svona öskuhaugur heimsins sem verður að flytja hingað Já, það í sjálfu sér sjálft svo óumhverfisvænt Indverjar eru svolítið þessu að taka við skipsskrokka erum við eitthvað svona endastöð fyrir eitthvað ógeð sem enginn vill hafa nálægt sér Já, það er stórt sagt en það hefði verið mest ídeal ef þessi tækni væri komin og það hefði verið hægt að fanga frá álverinu hún er ekki fyrir hendi þannig að það er brugðið á það ráð að flytja inn koldíoxíð með því skilyrði að það komi frá iðnaði sem að ekki getur með hægu móti breytt sínum framleiðsluferlum í orkuskiptum. Það er að segja sementiðnaðurinn og stáliðnaðurinn. Svo þau getur haldið áfram að menga. Nú er það svo að við, bara ef ég horfi á Orkuveituna, við þurfum heilmikið stál í hitaveitulagnir og höfum þurft það í gegnum áratugina. Allt íslenska samfélagið reiðir sig á sement sem er flutt inn. Þannig að þetta eru vörur og það að það sé eftirspurn hér á landi eftir þessum vörum kallaður á að það séu framleiddar annar staðar með tilheyrandi mengun. Og það er sett skilyrði það að það koldíoxíð sem verður flutningar til landsins komi frá þessum iðnaði þar sem að eftirspurn okkar er sannanlega fyrir hendi. Þannig að við séum að greiða skuldir okkar til umhverfisins vegna okkar stál og sement. Það má orða það þannig. En ástæðan fyrir því að það er verið að gera þetta hérna heima er svo, við erum með frábært berg. Þar sem að koldíoxíð á auðvelt með að tala við og mynda steindir og vera bundið varanlega. Það eru mjög fáar aðferðir til í dag sem binda varanlega og því miður er ekki varanleg binding eins og í trjágróðri. Ég er nú líffræðingur í grunninn. Það endar á því að trén falla og brotna niður en þetta helst í jarðveginu líka. Þannig að tæknilausnirnar eru ekki nægjar og ég skil það hjá þér að auðvitað er erfitt að horfa upp á það að það sé ekki sett meira fjármagn í náttúrumiðaða lausnir. Það er galið því að stærsta losunin frá Íslandi er losun meðal annars frá votlendi. Það er ekki að græða á því og þá er það spurningin eigum við að láta Já, það er alltaf spurningin vörnina sem við þurfum að fara í og aðgerðina sem við fara í eigum við að láta lausninnar ráðast að því hver getur grætt á því eigum við að láta kapitalistana eins og við orðum það þegar við sitjum hérna á rauðaborðið sem að koma okkur í þennan vanda eru þeir lausnin. Það er alveg hárrétt hjá þér að kapitalismin hefur komið okkur í þennan vanda en þetta er ein af lausnunum. Þetta er ekki eina lausnin. Hér eru að láta bara kerfi sem kom okkur á annan stað eða kom okkur út úr í aftur og mér finnst það bara ekki sannfærandi. Ég er nú ekki pólitíkus. Heldur er ég sérfræðingur í umhverfismálum og ég nota kosningaritt minn til að kjósa fólk, til að taka ákvarðanir og vonandi góðar ákvarðanir. Ég veiti þeim mitt umboð með mínu kosningarétti, meðal annars þér. Takk fyrir atkvæðið. Já, ég ætla nú ekki að tala um það, en þú ert pólitíkus í Hafnarfirði, þar sem ég bý. Það er náttúrulega grundvallaratriði í lýðræðislegu samfélagi að fólk kynni sér málin og skoði hlutina og verji fjármagnu okkar skattgreiðenda í verðu verkefni. En nú hafa íbúar í Hafnarfirði kynnt sér málið og þeir sætta sig ekki við þessi staðsendingu, allavega ekki 5.500 aðeins. Þetta eru 10 bortegar með 80 hólum
og þeim blöskrar. Þeim blöskrar auðlindasóunin sem að fylgir verkefninu, þeim blöskrar umhverfisáhrifin, þeim blöskrar óvissan og þeim blöskrar líka fjárfestingaþörf fyrirtækisins, ekki síst hjá sveitarfélaginu. Og það alveg ljóst að það verður ekki af kvóta án hafnarinnar og það verður engin höfn án kvóta. En við erum alltaf að tala sama hlutin. Já, höfnin klárlega tengd framkvæmd. Alltaf spurning það hvað þarf að fara í stóra höfn. Þú veist meira það heldur en ég. Ég veit mest lítið þessa höfn. Já, hún nefnilega á tekniborðinu og hún á að, ef að verður, þá hún byggð í áföngum. Það það. Þegar að hún væri orðin, ef að virði, full í þeirri stærð sem hún á að vera, þá það eitthvað í kringum 12-15 miljardar. Fyrsti áfangi eru einhverjir 4-5 minni mig, en það breytir því ekki að Hafnarfjarðarbær sem slíkur ætlar ekki að fara í lántökur eða fara að taka áhættu varðandi bygginguna og það þarf þá að vinna það einhvern veginn öðruvísi. Ég veit ekki hvar það mál statt akkurat núna, en það mál verður að vinna öðruvísi og heldur en kannski upphaflegu pælingarnar voru. Þú komst aðeins inn á þetta áðan, að þetta snýst kvótaterminal. Það gert ráð fyrir að kvóta verði alltaf 90% notandi af höfninni. Það segir mig þá að það 10% þörf fyrir höfn. Þetta snýst fyrst og fremst þetta eina verkefni. Nei, bæjarstjórinn sagði að þetta myndi sennilega létta á þungaflutningi inn í bænum. Ég skil ekki alveg hvernig. Hafnarstjóri hefur nú alveg frætt okkur það, hann Lúðvík, og hann segir, og það þessi þörf eða eftirspurn eftir stærra hafnasvæði jafnt og þétt búin að vera og það búið að vera á teikniborðinu ansi lengi. Áður en að kvótaterminal verkefnið kom til sögunar, þá búið að vera umræður og samtal það að mögulega væri skynsamlegt að stækka Hafnarfjarðarhöfn þarna út við Straumsvík, þar sem að dýpið nú mikið, því að skipin að verða stærri, en það ekki rétt að þörfin sé þá 10%. Ég myndi halda það, ef að eins og tilstóð að við myndum Hafnarfjarðarbær byggja þessa höfn og svo færi kvótaterminal ekki eins og ætti að fara, þá í rauninni væri alveg markaður fyrir það að nýta hafnaraðstöðuna í önnur verkefni, gáma höfn eða taka það hafi ekki verið lögð nein gögn fram þessa þörf. Sammála því, hafnarstjóri, fyrirverandi bæjarstjóri Lúðvík Geirsson, hefur alveg fært rök fyrir þessu og við getum alveg meldt þau og rætt þau. En sko, þá í mínum huga, þá á uppbygging hafnarinnar að vera á forsendum Hafnarfjarðarbæjar og Hafnarfjarðarhafnar, en ekki eins fyrirtækis sem í áhættufjárfestingu og að því virðist samkvæmt fréttum ekki fullmótað, ekki full fjármagnað. Þannig að þú veist hversu mikla áhættu eigum við að taka, vegna þess að við höfum alveg brennt okkur í Hafnarfirði á einkaframkvæmdum. Við erum búin að þurfa að kaupa aftur skóla og leikskóla og annað þegar farið var í kringum 2000 í alls konar vinnu og uppbyggingu. Bókhaldsáæfingar til þess að fegra útlitið og það voru sömu flokkar þá sem að réðu. Algjörlega. Þú kemur nefnilega inn á svolítið góðan hlut þarna með þetta, sko, Hafnarfjarðarbær, sko, við erum Hafnarfjarðarbær, þetta hafnsækin. Það allir höfn út úr bænum, sko. Já, það var nú einu sinni var meira kvóti í Hafnarfirði, en það var nú sömu flokkar sem einhvern veginn komið þannig fyrir að hann líklega á Akureyri. Nú hagstæðir að byggja íbúðar á höfninni heldur en að sigla skipum inn í Hafnarfirði. En Davíð kemur nefnilega pælið því hvað Hafnfirðingar væri ríkir að þeir hefðu ekki selt frá svo kvótan. Segðu. En Davíð kemur inn á góðan punkt hérna. Það nefnilega þetta sem og aftur í svolítið stærra samhengi að traust almennings held ég á stjórnsýslunni, á stjórnmálamönnum fer þverrandi, traust almennings á sérfræðingum fer minnkandi því miður. Nú til dæmis verið að véfengja allavegana einhverjir Orkuveituna sem fyrirtæki í eigu Reykvíkinga og þar vinnur fjöldi frábæra sérfræðinga og vísindamanna. Þannig að þetta svona pínu mikrokosmó mynd af lýðræðinu, hvernig við erum að sjá svolítið traustið á hvort annað minnka.
hefði verið betra að bærin hefði stigið inn og frætt fólk þetta? Ég ekkert viss það því að mér sýnist fólk ekki treysta skipulagsyfirvöldum í Hafnarfirði neitt sérstaklega vel, dæmin sanna það. Þannig að við erum dálítið að sjá það. Sem getur verið jákvætt í sjálfum sér, að fólk bara kingi ekki öllu sem því er sagt. Algjörlega. Við erum lifa í virku gagnrýni. Við höfum þessi tækifæri, ég meina það er rúmt ár síðan ég talaði fyrst fyrir því að þetta færi í íbúakosningu. Þá fyrir tómum meirum. Ég hefði viljað það að þetta hefði verið tekið upp bara strax og fyrri stigum. Þannig að við værum ekki komin á þennan stað sem við erum núna. Það hefði getað þýtt það að kvótaverkefni hefði fengið bara fullan stuðning í íbúakosningu þá. Þá sætum við ekki hérna einhvern veginn með verkefni eins og það blasir við mér á bláþræði. Hérna, Hólmfríður, það má vel vera að þetta sé frábært verkefni, góð tækni og sniðugt fyrirtæki og allt í góðu. En Hafnfirðingar bara vilja ekki hafa þetta hjá sér. Þetta er bara, þú getur kosið hvort þau að leyfa áfengisveitingar í sjoppunni upp í Hólahverfi og þá segja allir bara nei, við viljum frekar bara hafa þetta niður í bæ, brennivínið. Við viljum ekki hafa þetta nálægt okkur. Ég vil bara, þetta er fínt verkefni, ég bara vil ekki hafa þetta hjá mér. Það getur verið niðurstaða. Já, það er bara, ef það verður farið í íbúakosningu. Já, það er bara lýðræðisleg aðgerð. Það liggur heldur ekki fyrir hver á að fjármagna þessa höfn, en þá Hafnarfjarðarbær ætlar ekki að gera það sjálfur. Fólk getur sagt nei, af bara óteljandi ástæðum. Einhverju hérna vill frekar að séu áherslu okkur annar er hræddur við jarðskjálfta. Já, eiga íbúðir ekki að fá að kjósa um þetta. Hvað ætlar að fara að enga við höfnin okkar, er það næsta skref og fólk getur sagt nei af alls konar ástæðum, þannig að sko höfnunin getur verið það er ekki að vera höfnun á starfinu sem þú varst með fyrir 15 árum. Það er ekki höfnun á því hvort þetta virki eða virki ekki eða hvort þetta sé gott eða snjallt. Nei, þetta hljóta lýðræðislega kjörni fulltrúar að taka ákvörðun Má ekki eitt líka í þessu, eins og maður skilur svona businessplanið í þessu, það að dæla niður 3 milljónum tonna í Hafnarfirði eitt og sér er kannski ekki stóra málið í öllu loftslagssamhenginu en aftur á móti ef að það er hægt að gera útbúa svona niðurdælingastöðvar út allan heim, segjum 1000 eða 5000 svona stöðvar, þá kannski erum við að fara að sjá einhvern árangur. Er það ekki? Það er náttúrulega verið að horfa til framtíðar. Já. Og þetta er með fyrstu svona niðurdælingar höppum eins og eða svona svæðum. Hefur Carbfix leitað fyrir sér annars staðar í heiminum með að gera slíka tilraunir? Já, Carbfix hefur verið að gera tilraunir í öðrum löndum með því að dæla niður, prófa sem sagt annars konar berg. En íslenska bergið er alveg best í heimi. Loksins er eitthvað best í heimi. Já, íslenska bergið skulum við segja er allavega nýtt berg og ferskt berg. Ég held að sé engin tilviljun að þetta verkefni er á þessum stað. Hugvitið er hérna eins og þú er búin að fara á Íslandi og þetta er auðvitað bara stórkostleg tækni að hraða náttúrulegum ferlum svona með góðu eða illu, hvað svo sem að það þýðir nákvæmlega. Verkefnið er í Hafnarfirði, fyrst og fremst vegna þess að þar eru þessi basaltlög, þar er vatnið. Er það forsenda fyrir þessari niðurdælingu? Hlýtur að vera, og þar er vatnið, þar er höfnin og þar eru afskaplega velviljuð bæjaryfirvöld, en þar er líka samfélag sem að býra á þessum stað og það hefur bara fullt af efasemdum. Og hefur sögu á því að hafna framkvæmdum eins og stækkun Straumsvíkur í bókastöku. Já. En ef við mætti klára hérna síðan að segja, businessplani lítur að vera það að breiða út þennan boðskap til fleiri landa og það sem að hérna væri hægt að dæla niður nær það sem upprunna mengunarinnar. Það hlýtur að vera að því að vísindalegi hlutin hefur gengið mjög vel. En hinn hlutin sem er í rauninni almannatengslin, að fá samfélögin til þess að vera með í þessu, hann hefur kannski ekki alveg náði jafn langt, skulum við segja. Sá hluti verkefnisins... Það verður ekki lagður eins mikill metnaður í það að samfæra fólk greinlega, því að fólk er mjög ósátt. Já, þannig að ég hef sagt líka fyrir Carbfix, að því að mér finnst þetta verkefni og þessi hugmynd og hérna fylgst með þessu, þetta er alveg ótrúlega merkilegt og ég vil því allt í besta. Ég held að þarna sé kjörutækifæri fyrir þessa deild innan Carbfix að læra af því hvernig staðið hefur að samskiptum við íbúa. Það hefur verið ágætis upplýsingagjöf til stjórnsýslunar og kjöruna fulltrúa en það eru bara örfáar hræður. En að tala við heilu hverfin og þúsundir einstaklinga og fá það með sér í lið, það er kannski núna verkefni Carbfix. Þegar að fyrirtækið er að tala við kjörna fulltrúa
þá gæti fyrirtækið með þessi svo að þau var að tala við bæjarbúa, að þú væri fulltrúi bæjarbúa. Já. Og bara strandar þetta hjá þér. Já, greinilega. Ert þú einhvern veginn ekki í tengslum við bæjarbúa og þegar þú segir já og svona og þau trúa því já og þannig að við erum búin að ná bæjarbúum, þá kemur í ljós að bæjarstjórnin var bara lost in space. Þetta kemur inn á það sem við vorum að segja áðan að það er svona, það er nú svona þverra tiltrú almennings á einmitt kjörna fulltrúa, þannig að það kannski stendur upp á stjórnsýsluna að skila betri upplýsingum til almennings sem greinilega er ekki að gera. Þetta er frábær spurning. Sko, þegar að Carbfix kemur að máli við Hafnarfjarðarbæ fyrir 1,5–2 árum síðan eitthvað. Ég held að sé 3 ár síðan þetta er búið að vera og það var haldinn upplýsingafundur sem ég fór á og ég held að það sé 1,5 eða 2 ár síðan fyrstu fundurinn í Bæjarbíó. Þetta er svo fljótt. Það var nú farið alveg myndarlega af stað. Já, það var það og Það var í apríl í fyrra. Það upplýsingafundur í Bæjarbíó, já það er bara, tíminn er svo afstæðið, maður fljótur að gleyma. En það er þetta sko að skynja vilja bæjarbúa, sko við fyrstu sýn varðandi Carbfix og hvernig þetta er kynnt, þá hljómar þetta mjög vel og þetta er spennandi verkefni. Bæjar yfirvöld, meiri og minni hluti, samþykjum það að skrifa undir vilja yfirlýsingu sem er ekkert annað en það að sýna vilja í verki. Þetta er ekki lengra komið en það raunverulega. Nei, það er líka það sem við þurfum aðeins að staldra við og anda á henni í maga. Við erum í vilja yfirlýsingu og hún felst meðal annars í því að bærinn ákveður að samþykja það að fara í ákveðna vinnu, skipulagsvinnu, að breyta aðalskipulag og deiliskipulag þannig að það megi þá vera þessir borðtegar og það hjálpar fyrirtækjunum til þess að halda áfram sinni vinnu. Lengra er þetta ekki komið. Bærinn er ekkert búinn að semja eitt eða neitt skuldbindandi við Carbfix. Það er ekki komið að því. Þess vegna hefur bæjarstjóri sagt að það er ekkert að kjósa. Ég er ósammála því. Það er eitthvað að kjósa. Ég vil og við í Viðreisn, við viljum fá fólkið bara inn að borðinu núna og teljum að þetta sé góður tímapunktur til þess. Það er ekki búið að gera neitt skuldbindandi samkomulag við Carbfix. Og greinilega bara nauðsynlegt að eyða miklu meiri tíma í upplýsingar og til allra áður en að nokkuð meira gerist eða hvað. Og þetta er kannski ekki sannfærandi. Það er ekki sannfærandi að segja við fólk, við erum ekki búin að taka neina ákvarðanir, þetta er bara viljayfirlýsing og jú, við skulum skoða það, kjósum þetta, en á sama tíma við halda áfram með verkefnið. Því að við skulum ekki gleyma því að leið og þessar breytingar og deiliskipulaginu verða samþykktar, þegar það hefur lokið sínu ferli og verður samþykktar og borin ræða, þá er farið að vísi því, já, þetta er á skipulagi, þetta er stefna sveitarfélagsins. Þetta er það sem ég er að segja, kjósum þetta. Það sé á þetta er ekki sannfærandi. Já, við skulum sjá hvort að tillagan okkar verið samþykkt eða ekki, ég veit það ekki, en það sem við höfum lagt til er akkurat þetta, kjósum þetta áður en að skipulagið er samþykkt, leyfum fólkinu að samþykkja það og höldum svo áfram. Jón vil fara svona svipað og sumir vilja fara í sambandi við Evrópusambandið, það var þjóðræðislega áður við förum í samningsviðræðurnar. En það er eitt sem að ég er aðeins að lesa hvernig fólk er að fjalla þetta. Það er náttúrulega ótti við jarðskjálftana. En síðan er það þetta séu svo gríðarleg sóun á fersku vatni í heimi þar sem er vatnsskortur. Áin sem rennur hann undir. Ég man nú ekkert að séu að þetta væri bara, þetta er gríðarlega á. 10.000 lítrar á sekúndu. Sem við getum ekki skilið. Það er bara gríðarlegt. Þetta er bara neðanjarðar áin. Já. Þetta er bara eins og þriðjungur af Amazon eða eitthvað. Ég treysti mér nú ekki til að segja það. En vatni sem að fer þannig niður. Er þetta ekki bara lífæð norðursins? Er þetta ekki bara lífæð norðursins? Er þetta sóun á fersku vatni í heimi sem skortir vatn? Eða getur maður ekki nota vatni sem rennur undir Straumsvík í það sem maður vantar vatni í Indlandi? Hvers vegna er ekki bara notaður sjór? Af því að það er verið að bíða eftir niðurstöðum hvort að það tekst. Það hefur líka verið hugsanlega, það hefur verið talað að það væri hægt að nota frárenslisvatn, þar að segja óhreint vatn til þess að gera þetta. Já, en eins og þetta er hugsað í kvótaterminal, þá er verið að dæla upp vatni, leysa koldíoxíðið upp í því, dæla því aftur niður, koldíoxíðið myndar svo efnasambönd við bergið, eftir situr vatnið. Þannig að því er skilað aftur niður í grunnvatnsstrauminn. Það kemur aftur, þannig að við erum eftir að drekka þetta vatn Nei, við erum að afla neysluvatns kílómetrum fyrir ofan höfuðborgarsvæðið og
það er iðnaðarsvæði sem liggur þarna niður á strönd og Hafnarfjarðarbær myndi nú væntanlega seint fara að setja neysluvatnsból á iðnaðarsvæði, það sem alls konar iðnaður. Við erum hérna blessunlega með frábær vatnsból hér í upplandi höfuðborgarsvæðisins. Við erum gnektir af vatni, Já, okkur munar ekkert að setja það í þetta. Okkur munar, ég tek undir það, okkur munar ekki að setja það í þetta en vatninu er skilað aftur tilbaka. Þetta er stór grunnvatnsstraumur meðan við erum að skoða það hvernig þetta gengur. Við vitum að það gengur með ferskvatni. En það er verið að gera og vinna úr tilraunum með sjó. Og það er náttúrulega sjórinn sem loftslagsaðgerð, þá Carbfix sé loftslagsaðgerð á heimsvísu, gnægð sjávar eins og til dæmis við Indland, þar sem eru líka basalt berglög. Það með þess að til Indlandshaf? Já, og svo erum við með úthafsryggina ef farið er út í það. En við erum lánsum á Íslandi að vera með gnægð vatns, en það þýðir það ekki að við eigum að fara illa með það, en við teljum að því sé vel varið í fyrstu áfangana í kvótatermina. En það samt ekki, að því þetta er eitt af svona auðlundunum okkar? Vatnið er mikilvægasta auðlindin okkar. Og einhver getur séð fyrir sig að við myndum flytjað út, en auðvitað verður ekki þannig. Við munum gera eitthvað á Íslandi sem að þarf mikið af fersku vatni, sem að aðrir get ekki lengur gert vegna þess að þá skortir ferskt vatn. Og ég veit ekki hvað það er, en manni finnst það svona ólíklegt að það verði einhvern veginn að prumpa þessu þarna ofan í jarðveginn aftur. Við getum til dæmis nota allt þetta ferskvatn til þess að rækta upp heilmikið af matvælum fyrir veröldina. Já, hérna er sérfræðingur í vatni. Nei, alls ekki sérfræðingur í vatni og ég var nú eiginlega vonast að þú myndir læra þetta með ef ég fyrir eitthvað út fyrir ramman. Sko, þegar þetta verkefni er fyrst kynnt, þá er það hugsað á lóð álversins í Straumsvík. Gengt álverinu sunnan Reykjanesbrautar. Síðan er þetta verkefni hefur það færst upp eftir öllum Krýsuvíkurveginum og í gegnum iðnaðarhverfið, nærri íbúabyggðinni og svo í Óraskarhraun séni 3 teigar eða eitthvað eins og þú nefndir áðan. Og eftir því mér skilst að þá sé hluti af því að ferskvatni hafi verið blandað jarðsjó og ekki gengið jafnvel að pumpa þessu niður. Það er það sem ég les út úr þeim gögnum sem ég hef séð til þessa. En varðandi vatn og vatnssóun, eitt sem langar að taka í sambandi við þetta. Sko, ef við tökum þetta gríðarlega magn sem að stendur til að nota þarna, út úr líffræðilegum eða sem sagt náttúrulegum ferlum, þá vitum við ekki fullkomlega hvaða áhrif það hefur. Og ef við dælum því aftur og ætlum þar að lenda einhvern veginn að fara að nota það aftur, þá erum við að dæla því dýpra heldur en það er tekið úr. Hvaða áhrif hefur það? Ég veit það ekki. Þessar líkanreikningar sem eru notaðir, og líkanreikningar eru nú einfallega alltaf spár eins og veðurspár, það eru bara spár, en benda til þess að fyrsti áfanginn munu ekki hafa áhrif á eins og... En þetta eru 4 áfangar. Já, ég er að tala um fyrsta áfangan. Það verður ekki farið í seinni áfanga nema að vel ígrunduðu máli. Það eru vísindin á bakvið þetta og vísindafólk innan félags og líka í samfélaginu, í fagstofnunum sem að koma að þessu. Taka ákvarðanir á grundvelli gagna, elta gögnin. Eðlilega, en mér langaði bara að klára þess ég ætlaði að segja vatnið, að við þurfum líka að skoða þessa gríðalegu ásókn sem er í vatnið á Reykjanesi nú þegar. Það eru landeldi þarna hvert við annað, það er gríðalega átöppun fyrirhöguð á þess að það er kannski ómögulega á öðru vatnasviði en í kringum tengslum við Þorlákshöfn. Þarna er gríðaleg uppdæling. Við erum að fikta og sækja heitt og kalt vatn í óðbóðslegu og áður óheyrðum kvarða. Og þessa hluti verður að setja í samhengi í tengslum við þetta verkefni. Í mínum höfum. Já, sem er gert. Það eru mörgu spurningum ósvarað. Kannski sumum spurningum eru ofsvarað með mörgu ólíku svörum sem að... Má ég kannski nefna eitt kannski í loki þetta með þetta að kannski er eitt sem að okkur skortir og við þurfum kannski að vinna samhliða þessu verkefni. Það er öflugur lagarammi niðurdælingu. Það er vissulega lagarammi sem við höfum fengið frá Evrópu
sem í gildi hér, en kannski þurfum við að horfa til Alþingis og fá sterkan og góðan lagaramma utan þetta. Ég held að við höfum kannski trassað það. Það eins og margt á Íslandi að það ekki fyrir hyggjunni fyrir að fara hjá okkur alltaf. Nei. Það vaðið út í þessu að komin lagarammi við það og fiskkeldinu og víðar. Og liggur svona óskaplega mikið á? Mér finnst það nú kannski svona stóra spurningi. Jörðin að fara til helvítis. Ég verð að koma inn í þetta. Það náttúrulega verið að vinna í þessu og búið að setja fram þennan ramma sem svo í yfirlestri hjá ESA ef ég skil það rétt sko. Þannig að nú sannanlega eru lögfræðingarnir okkar að vinna í þessu. Við ætlum að halda áfram að tala þetta mál á næstu vikum að þetta mjög áhugavert mál. Tengist jarðfræði og lýðræði og það ekki oft sem að það hittist. En ég var búinn að spyrja þá Jón vill kjósa og hann ætlar að segja já takk. Davíð vill kjósa og hann ætlar að segja nei takk. Vilt þú kjósa? Það verður íbákostning? Ég mun kjósa ef að... Og hvað ætlar að kjósa? Ég mun kjósa með verkefninu. Já. Skilur. En ég mun, já. Má ég láta eins og ég var ekki að tala fyrir því. Nei, ég veit. Þú ert út á Granda? Ég er út á Granda. Það er ekki að kjósa. Nei, sko, ég segi bara... Ég er bara mannesku... Ertu ekki heiðursafyrringur? Nei, ég er ekki heiðursafyrringur. Það var Stefán Karlsson. Ég er fæddur í Hafnarfirði. Já. Nei, en sko, á þessum tímapunkti þá finnst mér bara sem íbúa ég ekki geta kosið. Mér finnst ég ekki hafa næga upplýsingu til þess að geta metið það. Og það er þá á vegum kjörinna fulltrúa að standa sér betur í stykkinu með að upplýsa almenning og ég trú ekki alveg á tillöguna ennþá. Ég trú ekki á fyrirtækið og ég er náttúrulega engin sérfræðingur en mér finnst þetta eiginlega allt saman dálítið lygilegt og mér finnst skrítið persónulega að það sé sniðugt að fara að flytja drullu álfan á milli til þess að tróðin hérna niður og mér eins og mörgum bráð þegar ég sá svona hvernig þetta var hugsað í skölunni gegnum allt flekarsvæði landsins bara yfir allt landið að við ættum að fara að taka á móti þessari drullu í stórum stíl og nota okkar ferskvatn í þetta. Mér finnst þetta ekki líta vel út en ég er alveg til í að skipta skoðun ef það er hægt að samfæra mig. En ég er ekki samfærð. Það kostur við kosningar að þá fer fram kosningabarátta. Já. Og ég eins og margir ég treysti illa kjörnum fulltrúum, alveg saman hvaða flokkið erum, þannig að ég sem borgari myndi heimta betri upplýsingu. En sjáðu sem að mér finnst frábært. Kosningabarátta á að vera til þess að ná fram upplýsingu. Já. Mér finnst eitt sem að mér hefur fundist frábært núna á undanförnum vikum og ég bara hrósa Davíð og félögum fyrir að vera með þessa Facebook síðu og koma þessari umræðu af stað. Ég hef líka fundið að það er komin eitthvað rétt tæpik að þá setti ég grein í blaðið það að við í Viðreisn ætluðum að óska eftir íbúakosningu eða láta kjósa það. Síðan þá hefur umræðan málið verið gríðarlega mikil og það að við séum hér, takk sé ykkur, er frábært. Þetta er vonandi fyrsta skrefið í að dýpka umræðuna og ná fram alvöru samtali. Þannig að ég segi bara að lýðræðislega umræðum verkefnið hefur aldrei verið meiri en núna á undanförnum vikum og það er gott. Já, ég vil bara minna á að það eru spurningar og svör á heimasíðu Carbfix sem að tekur á öllum þáttum. Eru svipuð fyrirtæki, eru samkeppnishæf fyrirtæki við Carbfix af störfum í heiminum í dag? Það Petra Nova var svona fyrirtæki sem var í Bandaríkjunum og hætti starfsemi fyrir nokkrum árum vegna þess að þeir náðu ekki að fanga jafn mikið á kolvetni eins og þeir ætluðu sér en hafa núna fengið brautargengi. Já, þeir ætla að veiða og koma því ofan í jörðu líka, sko, ég hef bara svona velta fyrir mér svona... Carbfix aðferðin hefur verið sannreynd undanfarið næstu því 2 áratugi á Hellisheiði, marg sannreynd, skrifað verkefnið ritrýndar greinar. Það eru veitti styrkir í þetta verkefni og það er algjör þvottakvörn að fara í gegnum svoleiðis, eins og ég segi bara gæða mat. Það kemst ekkert hvaða verkefni í gegnum svoleiðis. Þannig að þetta er ekkert tilraunaverkefni. Nei. Herðu, en við ætlum að, eins og ég sagði, ætlum að halda áfram að ræða þetta hérna á næstu vikum og ég slæði botnin í þetta núna. Takk kærlega fyrir komuna, íbúar Hafnfirðingar. Gamlarar, eða það, kallið ykkur gamlara? Já. Ég er nú aðfluttur anskoti. Já, ég fæ ekki að kalla mig gamlara. Nei. Ég geti gert það.
Davíð, Hólmfríður og Jón, kærar þakkir, en Steinun, hún situr hérna eftir. Takk fyrir komuna. Hérna eftir arfskama stund verður næsti kafli í leit okkar að einhverjum skilningi. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.